Verkefni 10 það var að kynna fyrir ykkur þessar ofverkni sem vorum fórhættar að í síðasta verkefni og láta tjekkinn fara sjálfan tilbaka og það er bara hægt að setja tjekkinn á stað þegar hann er tilbaka. Þannig að við erum þessi vogloki. Svo verður að tala um endastofnum að ég sýni ykkur aðeins á eftir. Og hér er tekníkin sem má klára. Kíkjum aðeins hérna. Hér virkar það þannig að ég get ítt á þennan og hann fyrir út og tilbaka, út og tilbaka. En ef ég ætla að láta hann fara sjálfan tilbaka, þá get ég náttúrulega að nota svona endastopp hérna og ég get látið endan hérna keyra hérna á þennan og þá fer hann sjálfur tilbaka. Hérna svona. En hvað? Hver er ekki sjálfur tilbaka? Hérna vantar eitthvað. Jú, það þarf að segja forritinu hvernig þessir eru að virka saman. Og við förum hérna bara í endan hérna og skrifum hérna einn B1 og þá heitir þetta 1B1. Svo tvísmelli á þennan er hérna activating labels. Skrifa hérna 1B1 og segi þegar tjekkurinn er komin 100% út þá vil ég að hann íti á hérna. Ég verði að setja 100 hérna líka. Ef ég vil þá get ég fært þetta til hérna. Þá skulum við sjá hvað gerist. Það er greinlegt að þegar hann keyrir á og þá kemur hann bara strax tilbaka. Það gerist allt svolítið hratt. Við skulum bara skoða hvernig þetta er hérna á verkefninu hérna fyrir aftan. Þetta er verkefni 10. Hér hægjum við nú svolítið á og þannig sjáum að hlutinni gerast. Hér er komin eins og ofvirkni sem við vorum að tala um áðan. Sem að tjekkurinn verður að vera inni. Svo sjá, það stendur hérna. Það er 0 og 0. Því að hann er komin 0% út. Þar er skinnir hann að vera. Og það er eitt á hann. Síðan þar fer hann handvirk tilbaka. Sjá. Já. Hér er hann hérna. Hann var mest tilbúinn til að fara af stað. Og hér skrifið þið þetta hérna er 3, 2 endastopp með rullu. Ég er nú að ráða við restina af efnislistana sjálf og svo gerir ég náttúrulega virknilýsingu. Og þetta er síðasta virknilýsingin sem skrifið. Ég þurfa ekki að gera virknilýsingu fleiri verkefnum. Ekki fyrir að koma í rafloft hlutan.